Ableton Live Music Production. 10 vikna námskeið þar sem farið yfir allt það helsta í heimi pródúseringar á elektrónískri tónlist. Skráning og allar nánar upplýsingar má finna á hljóðheimar.is. Þegar ég aldist upp þá var ekkert mjög mikil tónlist á mínu heimili. Var engin sérstakur tónlistaráhugi. Þannig að ég ekkert að pæla neitt mikið í tónlist fyrir bara fæ eitthvað svona pínu svona hún fer svona aðeins að vita af henni bara eitthvað fermingu. Og kynnist svo en síðan þegar ég komin í 9. bekk sem núna 10. bekkur þá kynnist ég þeir sem voru DJ-arnir í Hólbergsskóla og þeir fóru eitthvað draga mig eitthvað á D14 sem var eitthvað unglingaskemmtistaður og svona og voru voða almennilegir við mig og einhvern veginn í tengslum við þá fór ég að hafa fór áhuginn á svona tiltekinni tónlist aðeins að vaksa og ég og til dæmis fyrsta skipti sem ég stíg inn á D14 sem unglingaskemmtistaður þá er þar þá er bara verið að blast í kerfinu það bara dansgólf og diskoljós og geðveikt töff og ég bara aldrei séð svona áður sko. Og svo er bara verið að blasta Do You Wanna Funk með Sylvester bara í botni og mér fannst þetta vangefið töff. Þannig að það má eiginlega segja sko í kjölfarið fór ég dálítið að fá tónlist frá þeim og kaupa eitthvað sjálfur aðeins við eitthvað svona synta diskói. Synta trommuheila diskói í svona kringum 81-2. Það var svona eiginlega svona byrjunin en síðan var þetta hálf þetta var ekkert neitt rosalega credible, kannski liðið sem var að gera þetta. Þannig að þegar ég síðan kynnist Deepest Mode, þá fer ég síðan að bara vera alveg forfallin Deepest Mode aðdáandi í mörg ár. Þannig að það má eiginlega segja að svona grunnurinn minn sé svona Deepest Mode versus sko homma trommuheila disco. Það er blanda. Síðan kaupi ég mér fyrsta hljóðfærið 88. Þá kaupi ég hljómborð sem heitir Roland Juno 2 sem var svona polyfónískur analóg synti en samt ekkert með tökkum framan hann þannig að þetta skrúa sig einhvern veginn onni í eitthvað svona lítinn glugga til þess að geta breytt parametrunum á honum og ég kunni náttúrulega ekkert á synta en ég vissi ekki hvað ég er að gera. En anyway, ég var að nota þann synta bara til þess að byrja með að kunni náttúrulega ekkert á hljómborði eða neitt sko, en var að pikka upp eitthvað lög bara eftir eyranu, bara þess að fikta. Og þannig svona einhvern veginn svona byrjaði þetta, svo keypti ég lítinn trommuheila og það sem var pínu sniðugt við hann gat sent sko MIDI-nótur út úr sér þannig að það voru svona eitthvað svona trommusound sem hann notaði ekki, eitthvað svona pákur og eitthvað svona dót sem hann gat mjútað. En látið hann þá senda sko tiltekna MIDI-nótur sko í Junoinn og þá gat maður sko nota trommuna til þess að gera sko trommutakt og í raun og veru eitthvað svona bassalínu með því að vera kannski með 5 trommusound sem gerir 5 mismunandi bassasound. Þannig þá gat maður fyrir byrjað eitthvað svona sequencera og síðan svona og þá var maður að taka upp á tape skilur og svo ofan á það þá bara 2 svona kasttæki svo spilaði maður bara ofan á það og overdubbaði og þetta var alveg rosa frumstætt þannig bara allt fór bara í eitthvað steik og detunast og allt saman. En svona það var svona byrjunin. En svo við hefur þetta pínlítið eitthvað upp á sig en maður er eiginlega ekkert farin að gera neitt einhvern veginn að alvöru fyrir bara svona 92-93 þegar ég og Maggi Lego erum í Tívold að gera eitthvað svona fyrstu svona elektrónísku svona sveim danslögunum þar og þá var þetta mikið þannig að við vorum í raun og veru eiginlega ekki með neina almenna upptökutækni þannig að það var eiginlega alltaf þannig að það var bara keyrt beint úr samplurunum og syntunum inn í mixer og svo var þetta bara tekið upp þannig að það var ekkert þetta við vorum ekkert að nota bandi eða það var ekkert þetta að taka audioð inn í tölvuna eða svoleiðis þannig að þetta það var bara gert take og það var ekkert þetta breyta þínum og gera bara nýtt take from scratch þannig að það voru alltaf allar svona filterbreytingar og breyta einhvern veginn soundinu og stjórna og láta effektin einhvern veginn flæða, það var allt bara by hand meðan við vorum að gera upptökura. Þannig að það var svona byrjunin. Síðan 95 að þá
kemur gamall vinur minn til mín og spyr hvort ég sé ekki, sem vissi að ég var að gera elektróníska tónlist með Magga og spyr hvort ég vilji hjálpa, hvort ég myndi vilja koma og hjálpa nokkrum krökkum að gera plötur sem voru að gera einhverja stuttmynd. Ég segi já, ég get alveg gert það, kannski. Men ég koma til þín, ég og Daniel Ágúst, og svo komu hann, Stefán Árni og Daniel Ágúst og hlustuðu á hvað þessu tífuldóti og í kjölfarið svona inkorporerist við og Maggi leikur bara inn í þetta guðskustæmi og það verður svona eiginlega fyrsta svona alvöru pródúseraða verki sem við gerum. Það var það að ég, Daniel og Maggi leikur vorum í raun og veru pródúseruðum fyrstu guðskusplötuna og þannig að það var svona eiginlega fyrsta svona stóra platan eða svona eitthvað svona alvöru verkefni sem að ég geri. Já sko, yfirleitt svona flest öll lögin sem að við vinnum í guðskust, þau eru yfirleitt þannig að sko að það er stundum þannig að Daniel er með eitthvað demo sem við skoðum en oftast er þetta þannig að Daniel er nú búinn að gera eitthvað lög sem hann er bara með í tölvunni sinni og svo er ég einhvern veginn að grautast í einhverjum hljómapælingum þannig að lögin byrja yfirleitt alltaf sem einhverjum hljómapælingar þannig að ég er kannski að spila eitthvað á til dæmis bara eins og Juno 106 mína eða Juno 2 sem eru svona mínir aðalsyntar. Það er að spila bara eitthvað akkorda og leita eitthvað flott og eru bara með eitthvað svona einfaldan trommutakt undir, kannski bara bassatrommu. Og þegar ég er komið með eitthvað flott kordapattern þá er það bara svona kjarninn í laginu. Gerir kannski eitthvað smá trommur og svo er það bara í lúppu og svo býður það bara sem demo. Ég leyfi strákunum að heyra, hérna er eitthvað demo sem ég er að gera, athuga hvort þið fílið þetta. Og svo kannski þannig að það er svona einleið, stundum höfum við sest niður og gert bara eitthvað from scratch allir saman en oft er þetta þannig að það er eitthvað demo sem einhver segir já, mér finnst þetta finnst töff og maður prófa vókal yfir þetta og svo eins og Daniel, hann er kannski bara með eitthvað lag sem fittar við þessa kortapælingu og þá er það bara komin kjarninn í laginu og svo er bara haldið áfram með það þannig að það er oft svona það er svona sirka vinnuferli, þannig að maður er með hauga einhverjum demóm sem er raun og veru oft bara að bíða eftir að vera pikkuð upp og eins og til dæmis á plötunum sem við erum að vinna í núna þá er til dæmis eitt gamalt demo frá sko sem við vorum að gera Forever plötuna 2004 eitthvað og þá var eitt demo það sem að Högna fannst frekar töff og kom með vókal við og er núna komið á plötuna og annað demo líka frá Forever sem var síðan klárað, instrumental sem er að fara á plötuna og svona þannig að þetta er svona, já, þannig að það er svona sirka ferli. Þetta er nefnilega, sko, fyrir mér er sko að gera sko korda, að gera einhvern veginn sko grunninn í hljómasetningunni er svo mikilvægur. Það er einhvern veginn það sem sko er raun og veru ákveður einhvers konar hljómhrif sem að þurfa að endast, eitthvað sem að fær ekki leið á bara, eftir að maður er búinn að hlusta á því lúppu í hálftíma og vill bara, skjóta sig í hausinn eða eitthvað. Heldur bara eitthvað sem að er einhvern veginn alltaf áhugavert, skilur. Þannig að það er svona grunnurinn í því að finna þetta músíkalska element sem einhvern veginn gefur rétta svona ambiensinn undir niðri. Og þá skiptir oft líka máli einhvern veginn að soundið sé þannig að það er einhvern veginn spennandi. Þannig að það er svona þetta kombo sem leggur svona grunninn að guðskuslögunum. Það er bara áhugaverðir kordar í áhugaverðu soundi. Og svo getur maður kannski sagt að það sé eitthvað guðskusbragur líka hvernig við forritum trommur. Það er dálítið svona í anda svona trommuheila diskosins í early 80s-inu. Þetta er ekkert voðalega svona húsað modern, þetta er dálítið svona rough edged oft. En það er svona bara dálítið mismunandi hvernig það er leyst, sko. Ja, mínir áhrifavaldar eru helst bara sko fyrsta tónlistin sem ég var ástfanginn af sem var eitthvað svona trommuheila homma synta disco sem mér fannst mjög einhvern veginn svona fullt af orku og einhvern veginn stuði og bara öskrandi syntar og söngvarar alveg á gasinu, fílaði það mjög vel. Og svo svo skömmu eftir það kynnist ég hljómsveit eins og Deepest Mode sem ég var alveg forfarnir fyrir og önnur hljómsveit sem heitir Soft Cell með Mark Almond sem söngvara og mér fannst
þessi tvö bönd voru í algjöru uppáldi og hérna í öllu 80sinu. Þannig má eiginlega segja að þessi blanda hafi verið svona lagt svona grunninn, en svo eftir að svona danstónlistin fer svona að þróast og verða einhvern veginn, já bara eins cool eins og hún var þarna í byrjun 9. áratugurins, þá svona fer maður að heyra artistum sem höfðum mikil áhrif á mig, eins og til Carl Gregg var mjög mikil áhrifavaldur, fílaði hann mjög vel. Og já, og svo bara svona hinir og þessir, en þessir svona helstu. Þannig að þetta svona, þetta svona Sylvester, Deepest Mode, Soft Cell og Carl Gregg. Það svona formúlan. Já sko, yfirleitt svona flest öll lögin sem að við vinnum í Guðskus, þau eru yfirleitt þannig að sko, að það er stundum þannig að Daniel er með eitthvað demo sem við skoðum, en oftast er þetta þannig að Daniel er búinn að gera eitthvað lög sem hann er bara með í tölvunni sinni, og svo er ég einhvern veginn að grautast í einhverjum hljómapælingum, þannig að lögin byrja yfirleitt alltaf sem einhverjum hljómapælingar. Þannig að ég er kannski að spila eitthvað á til dæmis bara eins og Juno 106-unum minna eða Juno 2 sem eru svona mínir aðalsyntar. Það er að spila bara eitthvað akkorda og leita eitthvað flott og eru bara með eitthvað svona einfaldan trommutátu undir, kannski bara bassatrommu. Og þegar ég er komið með eitthvað flott kordapattern, þá er það bara svona kjarninn í laginu. Gerir kannski eitthvað smá trommur og svo er það bara í lúppu. Og svo býður það bara sem demo. Ég leiði við strákum að heyra, hérna er eitthvað demo sem ég er að gera. Alltaf hvort þið fylgir þetta. Og svo svo kannski þannig að það er svona ein leið. Stundum höfum við sest niður og gert bara eitthvað from scratch, allir saman. En oft er þetta þannig að það er eitthvað demo sem einhver segir, já, mér finnst þetta töff. Og maður prófa vókal yfir þetta. Og svo, eins og Daniel, hann er kannski bara með eitthvað lag sem að fittar við þessa kortapælingu. Og þá er það bara komin kjarninn í laginu og svo er bara haldið áfram með það. Þannig að það er oft svona, það er svona sirka vinnuferli. Þannig að maður er með hauga einhverjum demóm sem er oft bara að bíða eftir að vera pikkuð upp. Og eins og til dæmis þessar plötunum sem við erum að vinna í núna, þá er til dæmis, eitt gamalt demo frá sko sem við vorum að gera Forever plötuna, 2004 eitthvað. Og þá var eitt demo þar sem að Högna fannst frekar töff og kom með vókal við og er núna komið á plötuna. Og annað demo líka frá Forever sem var síðan klárað, instrumental sem er að fara á plötuna. Og svona þannig að þetta er svona, já, þannig að það er svona sirka ferli. Þetta er nefnilega, sko, fyrir mér er sko hljóm, að gera sko korda, gera einhvern veginn sko grunninn í hljómasetningunni er svo mikilvægur. Það er einhvern veginn það sem sko er raun og veru ákveður eitthvað skonar hljómhrif sem að þurfa að endast, eitthvað sem að fær ekki leið á bara, eftir að maður er búinn að hlusta á því lúppu í hálftíma og vill bara, skjóta sig í hausinn eða eitthvað. Heldur bara eitthvað sem að er einhvern veginn alltaf áhugavert, skilur. Þannig að það er svona grunnurinn í því að finna þetta músíkalska element sem einhvern veginn gefur rétta svona ambiensinn undir niðri. Og þá skiptir oft líka máli einhvern veginn að soundið sé þannig að það er einhvern veginn spennandi. Þannig að það er svona þetta kombo sem leggur svona grunninn að guðskuslögunum. Það er bara áhugaverðir kordar í áhugaverðu soundi. Og svo getur maður kannski sagt að það sé eitthvað guðskusbragur líka á hvernig við forritum trommur. Það er dálítið svona í anda svona trommuheila diskósins í early 80s-inu. Þetta er ekkert voðalega svona húsað modern, þetta er dálítið svona rough edged oft. En það er svona bara dálítið mismunandi hvernig það er leyst, sko. Sko, við byrjum, þegar ég var að byrja í tónlistinni þá var það er náttúrulega eitt mjög mikilvægt þegar maður er að pæla í græjum og að nota einhverjar græjur. Það er rosalega mikilvægt í raun og veru miklu betra að vera með færri græjur og þekkja þær vel heldur en að vera með fullt af græjum og þekkja þær illa. Það kemur eiginlega einhvern veginn miklu minn út úr því. Þá maður bara að nota bara einhverja presetta og þetta fer ekki alveg eitthvað dýpi eitthvað sköpunin. Þetta er svo mikið í varðandi að gera eldrónstónlist, þetta er svo mikið interaction við
tækið og einhvern veginn, þú veist, ferðast einhvern veginn það og einhvern veginn í þessari interaktion finna eitthvað sem að kikka mann. Það er svona, finnst mér að kjarninn í elektrónísku tónlistarsköpun sem frábrugðin hefðbundinni tónlistarsköpun. Þetta snýst ekki bara, ég hérna með laglínu og svo hérna akkordar og hérna dundum þessu inn og spila þetta bara á orgeli. Þetta snýst svo mikið soundscape, þetta snýst svo mikið já, og þau hughrif sem það hefur og búa til einhverja vittir sem einhvern veginn sem bara allt annars eðlis heldur en að leysa hlutin einhvern veginn svona traditional. Þannig að, og þá mjög mikilvægt að í raun og veru að finna einhverja græjur sem að tengi við og finnst töff, ég fíla soundið í þessu, þetta er töff. Ég ætla að kynnast þessari græju betur. Nú ætla ég bara, ég ætla að lesa í fyrsta skipti manual á ævi minni. Ég ætla að lesa bara manualna fyrir þessa græju, ég ætla að finna út hvað hver einasti takki gerir, ég ætla að skilja þessa græju alveg ofan í kjölinn. Og einhvern veginn gegnum þetta ferli og gegnum það að fara svona djúpt ofan í einhverju græju, það getur maður sér maður alla möguleikann og einhvern veginn að leika sér með það og það bara einhvern veginn myndast eitthvað samband og út úr því kemur síðan eitthvað geggjað. Þannig að það held ég að sé bara svona grunnráðleggingin til það sem ég myndi gefa hverjum þeim tónlistarmanni sem að fikta í elektróníku er að fara pínlítið þessa leið, sko. Það dálítið hættulegt að fylla bara tölvunum sína öllum pluggunum í heiminum og bara, og vera bara eitthvað að flakka á presetum. Sköpunum verður alltaf dálítið yfirborðsleg einhvern veginn þegar maður nálgast þetta þannig. Og þá má ég segja að þótt að það sé kannski mikið að græjum í stúdíun, þá er þetta allt sem að fengið hjá mér, þá er þetta náttúrulega fengið í mjög langan tíma. Ég er náttúrulega búinn að vera að vinna í tónlist næstum í 25 ár. Þannig að á hverjum tíma kemur einhver græja í einhver verkefni, kemur kannski einhver ný græja inn sem að ég kynnist og tekur þá eitthvað dýpri part í sköpunni á þeim tíma. En það eru samt, til dæmis eins og fyrsti synthinn sem ég fekk sem heitir Roland Juno 2 sem að mér fannst bara, sem að ég notaði hann bara, í 15 ár var það eini pólufóníski synthinn sem ég notaði. Ég notaði hann bara í allt, ég notaði hann í píanó, ég notaði hann í strengi, ég notaði hann í synthasson, ég meina hann er píanóið í Moss, hann er píanóið í Call of the Wild, hann er strengirnir í Call of the Wild, hann er synthinn í David, hann er bassin í Dance You Down, hann er bara, hann er í hverju einasta guðskuslagi, Roland Juno 2 bara aðal lead græjan í gamla guðskusinu. Frá því bara, frá því að ég, bara fram að 24/7 í raun og veru. Og þá eiginlega er núna búinn að skipta pínlítið yfir í Roland Juno 106. Sem núna eiginlega orðin aðal polyfóníska græjan minn núna, þótt ég noti Juno 2 alltaf aðeins með. En hann er búinn að vera dálítið soundið á Arabahestunum og 24/7 og líka á nýju plötunni. Og hann er svona, bara syntið svona frekar einfaldur, hann bara soundar ógeðslega vel. Bara einhvern veginn alveg basic og soundar ógeðslega vel. Þannig að þetta er svona bara svona, þetta snýst voðalega mikið það að einhvern veginn að leyfa græjunum að vera hluti af sér einhvern veginn. Síðan annað sem líka, sem að þegar maður kominn dálítið lengra í svona þessar svona elektrónísku pælingar, þá mjög áhugavert að skoða, og þegar maður búinn að læra pínlítið á synta og farin að skilja þetta aðeins, þetta er ekkert gífurlega flókið þegar maður ber sig eftir það að læra, þetta er engin stjörnulistfræði, en þetta eru kannski margir takkar þegar maður sér þetta í fyrsta skipti, en þeir gera allir eitthvað svipað. En það er það þegar maður kominn aðeins kannski dýpra, þá mjög áhugavert að skoða svona, og vill fara lengra, þá er pínlítið áhugavert að skoða svona módular synta. Og það er eitthvað sem ég byrjaði að gera svona árið 2000 og þá keypti ég fyrsta Doferinn, það er fyrir aftan mig eitthvað svona Dofer-dót. Ég er búinn að vera að kaupa eitthvað aðeins meira af því síðan smátt og smátt. Er að það sem að gerist kannski þegar maður er kominn í módulasynta er það að það opnast miklu meira hvað möguleika maður getur gert. Þannig að þú í raun og veru, þú kaupir synta, þá er búið að harðvíra hvernig hver einingi syntanum talar við hinar og þú þarft þá bara svona að vinna með það. En þegar þú komin upp í módula þá er allt opið, þú getur tengt hvað sem er í hvað sem er einhvern veginn og líka það sem að gerist líka í módular, þegar þú komin í módular heiminn er það að það eru eins og Dofer að vera að gera svona módular sem að þú finnur ekkert
þú finnur það ekkert í venjulegum syntum, það sem þessar módúlur gera. Eins og til dæmis dæmi hérna eina módúlu sem ég nota mikið hérna, það hérna módúla sem eru 4 bandpassfiltrar. Þið skilja þetta bara þegar þið komið aðeins lengra inn í syndafræðin. En þá getur maður tekið sko grunnbylgjurnar og aðeins sett inn í sko 4 parallel bandpassfiltra og sett eitthvað svona gritt í grunnbylgjurnar áður en að fer inn í filterinu út. Og bara alls svona einhverjar pælingar, gefa soundinu eitthvað svona bara aðeins meira edge heldur en þú fær með því bara að ná í eitthvað synta sem allir eru með, skilur einhvern veginn. Þú getur einhvern veginn farið aðeins lengri í því að gefa soundinu eitthvað aðeins meira identity og þú farið einhvern veginn meiri að gera eitthvað sound sem eru einhvern veginn unique. Þú veist, annað trikk sem ég til dæmis notaði dálítið mikið á 24/7, það var það að ég var að láta sko, ég var kannski með sound sem voru frekar feit, voru kannski að nota 3 oscillatorar, 2 oscillatorar voru að gera grunnbylgjuna og meðan 3. oscillatorar var kannski að flakka í yfirtíðni með einhverju svona random, LFO-i sem var sko triggerað af öðru LFO-i, þannig að þetta var svona pínlítið svona random flögt en samt ekki alveg random og þá var hann að flakka einhvern veginn í yfirtónaröðinni, þannig að til dæmis eins og ef einhvern hlusta kannski á lagið hérna Dancing on Thin Ice, bassalínan það rosalega einföld, hún bara da 3 nótur. En af því að það yfirtónarflögt á einum oscillatornum, þá þessi bassalín einhvern veginn bara út allt og bara ógeðslega bara, þú veist, vá, hvað í gangi, skilur. En þetta bara 3 nótur, rosa simpul. En bara eitthvað svona fikt með soundskipi getur gert einföldustu línur og hrikalega áhugaverðar. Og það svona galdurinn fyrir mér í elektrónískri tónlist, hvað hún getur gerir annað heldur en að bara kveikja á gítar og bara eftir sem meira distortion fyrir meira tough sound. Þetta ekki alveg þannig, þetta aðeins svona meira svona delikat. Ég hef náttúrulega býr á því þeirri aðstöðu að vera með dálítið svona slatta af góðum svona hardware syntum, þannig að ég hef ekkert verið neitt rosalega mikið að fara inn í soft syntana. Ég hef svona aðeins prófað það og orðið svona yfirleitt fyrir vonbrigðum með hvernig það soundað, þannig að ég hef ekki verið að nota mikið þá synta. Ég hef notað eitthvað aðeins, eitthvað voða lítið, skilur. Ég held að það hef verið soft synta, þau slæðast inn, skilur. Þá hérna eiginlega eini soft synt sem ég með 2 soft syntar sem ég nota stundum eitthvað pínlítið bara þegar ég bara eitthvað búinn að kveikja öllum hinum syntunum og það er hérna einn synti sem heitir Imp Oscar með samtalt flottur, þetta svona flott arpíku samt í hún líka og svo líka held að sé frá Arturia hérna Jupiter 8, hann líka pínu flottur. Ég aðalega það sem ég að leita þar kannski í softsyndunum kannski svona geta gert eitthvað svona arpíkuður, svona fá þær bara strax á þess að þurfa að gera sjálfur. Mér finnst það töff sko. Það sem ég gerði til dæmis í einu lagi var að ég var að nota Imp Oscar til þess að gera eitthvað arpíkuð og síðan þegar ég var búinn að semja hana að þá bara fór ég að segja, ok, pikkaði ég upp nóturnar og sem voru í arpíkuðinni og lét það á 106-una. Þannig að oft þetta kannski meira bara meðan ég að búa til en svo reyni ég að setja það yfir á hardware syntana því það bara þeir eru bara svo feitir eitthvað, sounda betur. Bara þú setur eitthvað soft synta og setur í hátalarna, já, flott sound og svo bara, og það hérna 2 oscillatorar og eitthvað geðveikt í gangi og svo setur 106-una bara með 1 oscillator í gangi við hliðina og bara, fuck, þetta rústar þessu. Bara soundar, bara kvikindi soundar. Það snýst svo mikið það í elektróníu það þurfa að sounda. Síðan hef ég verið að nota eitthvað svona EQ og svona, ég hef verið að nota Universal Audio, það er ágætis stuff. Ég var að fíla þetta alltaf mikið, ég mixaði John Grant plötuna og Arabian Horse með þeim pluggunum, þau eru mjög fín pluggin. Ég eitthvað aðeins orðinn pínu aðhuga þessu núna, kannski ég orðinn pínu bara, og það alltaf einhvern veginn að gera eitthvað nýtt, sko. En til dæmis, Harrison EQ-ið í Universal Audio er ógeðslega gott, það er rosalega fínt. Og það líka, púltekinn er ágætur, Trident EQ, það líka fínt til þess að setja botn og bassatrommur, það er dálítið töff, sko. En og þannig að það er svona eitt og annað þar sem er alveg fínt sko. Síðan eru líka en varandi Universal Audio þá þarf maður að kaupa eitthvað svona kort, það er kannski dálítið svona þröskuldur að kaupa sér örgjörarkort í vélina. En það eru nokkur plugin sem ég get líka ráðlagt, það er hérna FabFilter EQ-ið er ógeðslega gott, endilega fórstu það, ná í demóið af FabFilter EQ-inu
og limiternum, það er bæði mjög gott, kostar ekki mikið, það mjög töff. Það EQ-ar sem þú getur verið að boosta og kemur ekki, það er mjög smooth sko. Og svo líka Brainworks pakkin líka mjög góður, bæði þeir eru með bæði EQ-um þeirra eru mjög fín og og líka það er eitthvað svona multiband kompressor sem Brainworks er með sem er líka mjög fínt og þannig að það er svona, það er alveg fínt sko. En það er samt pínu sniðugt já, þannig að það er svona eiginlega pluginin sem ég nota. Ég nota ekki mjög mikið af effektum í pluginum, það er bara því ég er með aðrar græður sem eru uppáhalds effektunum mínir, nota það frekar. Já, mix-processin er í rauninu þannig það er, meðan ég er að búa, meðan lögin er að verða til, þá er alltaf mjög mikilvægt fyrir mig að soundskipið sé einhvern veginn til staðar. Ég veit að sumir gerir þetta öðruvísi, ég veit að Bongo Steppi gerir þetta öðruvísi, Maggi Lego gerir þetta líka öðruvísi, skilur. Og menn eru bara einhvern veginn að gera eitthvað og heyra eitthvað meira fyrir sér, en ég get eiginlega ekki unnið í lögunum að ég einhvern veginn sé strax komið með einhvern veginn kjarnan í soundskipinu. Þannig að mjög snemma reyni ég að fá einhvern veginn rétta soundið á korið í laginu. Þannig að ég er eiginlega alltaf að mixa alltaf leið og lagið veður upp á sig. Sem er kostur en það líka galli, þá er maður bara alltaf að mixa, skilur. Það er tímafrekara. En svo þannig að þegar maður er búinn að gera allt sem er í laginu, þá er maður kannski komin okkur nálægt í mixinu. En stundum hef ég samt sem aður, og það er alveg, stundum gefið góða raun og stundum bara farið eitthvað út á eitthvað algjört rugl. Að það er bara að taka allt saman og mixa allt þegar lagið er tilbúið, mixa allt frá scratch. Stundum hefur það gefið góða raun, en eins og segja, stundum er það bara algjört rugl. En einhvern veginn í elektrónikinni er þetta svo einhvern veginn svo mikilvægt að vera einhvern veginn með einhvern veginn skýra sýn á hvað soundskipið er, og fyrir mér er þá svo mikilvægt að fá það strax sem kjarnana í laginu í staðinn fyrir að maður gerir það einhvern veginn seinna í prósessinu. Ráðleggingarnar mínar til þeirra sem er að fara að byrja að fikta í elektróníku er í raun og veru, já, sko bara skiptir ekki máli að vera með alla græjur í heiminum. Það skiptir bara máli að sökkva sér dálítið ofan í þetta og kynnast dálítið vel því sem þú ert að vinna með. Þú veist, prófa hlutina og ef maður finnur, ég er eitthvað að fíla þetta, fara þá dýpra inn í þær græjur og rannsaka möguleikana, interakta dálítið við græjuna, sjá hvað þetta er að gera, prófa hitt og þetta og læra á græjurnar, ekki vera hræddur við að lesa manual, þú veist. Það tekur smá tíma en það er alveg vel þess virði. Sérstaklega þú ert að lesa manual fyrir græjur sem þú ert að fíla og segir bara, mér langar að nota þessa græju meira, að lesa manualin. Og svo myndi ég líka ráðleggja það að einhvern veginn koma upp sínum soundum, vera einhvern veginn aðeins að reyna átt að sjá hvað er mitt sound, hvað er ég að fíla. Ekki kannski hugsa of mikið að herma, maður fara einhvern veginn stutt á því, það er alltaf að vera umblásin en ekki herma. Reyna einhvern veginn að búa til sín sound, finna sín trommusound, eða búa þau til. Reyna og gera eitthvað óhefbundið og reyna einhvern veginn að blanda þeim til þess að gefa tónlistarstjónum sem maður er að skapa eitthvað svona identity og eitthvað identity frá þér í staðinn fyrir að vera bara einhvern veginn að raða sömplum og einhverjum presetum sem einhverjir aðrir eru búin að gera í eitthvað lag sem hljómar eins og eitthvað annað.